Frumvarp sem kemur í veg fyrir að alþjóðleg fyrirtæki geti flutt hagnað frá Íslandi til útlanda og þannig lækkað tekjuskatta sína hér hefur verið 3 ár í smíðum. Fjármálaráðherra segir að frumvarpið verði tilbúið næsta haust. Höskuldur Kári Schram. Kastljós RÚV fjallaði málið í gær en þar kom fram að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi bent íslenskum stjórnvöldum á þessar brotalamir árið 2009. Samkvæmt íslensku skattafyrirkomulagi geta fyrirtæki dregið vaxtakostnað frá skattstofni og þar af leiðandi lækkað tekjuskatt. Alþjóðleg fyrirtæki sem eru með starfsemi hér á landi geta notað þetta fyrirkomulag með því að stofna til skulda hjá systur fyrirtækjum erlendis og þannig óbeint flutt hagnað til útlanda. Frumvarp til að girða fyrir þessa möguleika hefur verið í smíðum í rúmlega 3 ár. Akkur brugðust ekki fyrir við? Já, það var brugðist strax við með því að menn fóru strax í skoðun á því hvernig við getum innleitt breytingar á lögunum. Niðurstaðan kom núna í síðasta sumar og það var ákveðið að hún dygði ekki til meðal annars vegna dæma sem við höfum séð það hvernig menn fara fram hjá þessu til dæmis í Bretlandi eins og fréttir hafa verið af. Þar sem að menn í staðinn kannski að taka hagnaðinn í gegnum sölu og kaup og sölu á aðföngum og milli tengdra aðila og við vildum taka það inn líka. Og það þess vegna sem að þessi vinna enn í gangi. Ráðherra á von á því að frumvarpið verði tilbúið næsta haust. Þetta máli þess eðlis að ég ætla bara að leyfa mér að gera ráð fyrir því að hvað ríkisstjórn sem að hún taki þetta og komi og leggi frumvarpið fram næsta haust og ljúki þessu máli þannig. En við vorum með mjög götótt kerfi að mörgu leyti hér eftir hrun.